Og þá komið að 10. lið á dagskrá umferðaröryggisaðgerðir á þjóðvegi 1 framkvæmdaleyfi og það bæjarfulltrúi Andri Teitsson sem tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, liður 11 í dagskrá skipulagsráðs dagsettur í 31. október 2018. Á fundi skipulagsráðs 13. desember 2017 var samþykkt framkvæmdaleyfi fyrir nokkrum umferðaröryggisaðgerðum á hringvegi 1 í gegnum Akureyri í samræmi við erindi umhverfis- og mannvirkjasviðs dagsett 8. desember 2017. Einnig var búið að veita framkvæmdaleyfi fyrir breytingum og viðhaldi lagna Norðurorku HF við Glerárgötu sunnan Þórunnarstrætis. Afgreiðslu á framkvæmdaleyfi fyrir framhjáhlaupi til hægri á Þórunnarstræti inn á Glerárgötu var frestað vegna þess að gera þurfti breytingu á deiliskipulagi. Nú hefur deiliskipulagsbreyting fyrir svæði tekið gildi og er því hægt að leggja framkvæmdaleyfisumsóknina fyrir að nýju. Skipulagsráð hefur yfirfarið meðfylgjandi hönnunargögn vegna framkvæmda við framhjáhlaup til hægri frá Þórunnarstræti inn á Glerárgötu sem er í samræmi við samþykkt aðal- og deiliskipulag. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að framkvæmdaleyfið verði samþykkt með eftirfarandi skilyrði. Framkvæmdir skulu vera í samræmi við 24. grein lögreglusamþykktar fyrir Akureyrarbæ en þar eru ákvæði farmflutninga og hreinsun ökutækja áður en farið inn á malbikaðar götur. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Orðið laust. Sem enginn hefur hvað sér ljós þeir... Já, sá því ekki. Næst tekur til máls sem bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Mér langaði bara að spyrja, er það ekki rétt að þessar framkvæmdir séu löngu hafnar án þess að það sé búið að gefa út framkvæmdaleyfi og hvernig stendur á því? Er þetta vinnubrögð sem að ég ætla ekki að hafna því að þessu framkvæmdaleyfi, mér finnst bara mikilvægt að við gerum hlutina vel og faglega og svo svona í leiðinni fyrst ég korið upp, þá ætla ég bara að segja, ég skil ekki af hverju þetta undir yfirskriftinu umferðaröryggisaðgerðir vegna þess að ég get alveg sagt ykkur það að svona framhjólhlaup er ekki umferðaröryggis aðgerð, allavega ekki þegar kemur að hjólandi eða gangandi vegfarendum sem þurfa að fara yfir þarna götu. Þetta er óöryggi, þetta skapar meira óöryggi, meiri hættu fyrir gangandi hjólandi. Ég vil bara að þið gera ykkur grein fyrir því. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Það sem enginn hefur hvað sér hljóðs. Nei, ég held að það séu hreinlega byrjar en á þess að vita, geta ekki svarað. En þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs gefur merki. Það eru 11.